Komið þið sæl, ég býð ykkur velkomin á 217. fundi sveitarstjórn Dalabyggðar. Áður en göngum til formlegrar dagskrár eða auglýstrar dagskrár þá lagt til að bæta á dagskrá 4 málum. Það mál 22.04.004, það umsögn tækifærisleyfi sem verður dagskrárliður 14. Það mál 22.04.005, það umsókn afslátt af leið á Dalabúð vegna dansleiks og verður dagskrárliður 15. Það mál nr. 22.03.019, þjónustu og innviðir í samgöngukerfinu sem verður dagskrárliður 16. Og mál nr. 22.01.006, það fundagerð fasteignafélagsins Hvamms ehf. Sem fundagerð til kynningar og verður dagskrárliður 30. Þessum samþykki því að þessi mál eru tekin dagskrá gefmerki. Það samþykkt samhljóða. Þá fyrst dagskrárliður 1, það seinni umræða ársreikning Dalabyggðar 2021. En á síðasta fundi sveitarstjórnar sem við héldum hér fyrir mánuði síðan, 10. mars síðastliðinn, var samþykkt að vísa ársreikningi Dalabyggðar 2021 til seinni umræðu. En rekstrartekjur sveitarfélagsins á árinu námu 1.056 milljónir króna fyrir A- og B-hluta og þar af námu rekstrartekjur A-hluta 844 milljónum. Álagningarhlutfall útsvars var 14,52% sem lögbundið hámark. Álagningarhlutfall fasteignaskatts nam 0,5% í A-flokki sem lögbundið hámark. Í B-flokki nam álagningarhlutfallið 1,32% sem lögbundið hlutfall. Í C-flokki nam álagningarhlutfallið 1,5% en lögbundið hámark þess 1,32%. Sveitarstjórnir hafa heimild til að hækka álagningarhlutfall í A- og C-flokki allt að 25% umfram framangreind hámark. Rekstrarniðurstaða A- og B-hluta var jákvæð 24 milljónir króna en rekstrarniðurstaða A-hluta var jákvæð 28 milljónir króna samkvæmt rekstrarreikningi. Eigið fé sveitarfélagsins í árslok 2021 nam 866 milljónir króna samkvæmt efnahagsreikningi en eigið fé A-hluta nam 782 milljónir króna. Nú orðið laust ársreikning, ef einhverjar fyrirspurnir eru varðandi ársreikning frá fyrri umræðu. Það kveður sér engin hljós, bara gerir ég það tillögu að við samþykkjum ársreikning 2021, þeir sem samþykkir ársreikningi gefið merki. Hann samþykkt og samhljóða. Þá hér næst dagskrárliður 2, það endurskoðun aðalskipulagi Dalabyggðar. En í bókun 200 á síðasta fundi 215. funda sveitarstjórnar 10. mars var vísað í ranga grein skipulagslaga og því hér lögð fram leiðrétt bókun. Hún svo hljóðandi: skipulagsgögn hafa verið lagfært til samræmis við framlagt minnisblað frá skipulagsráðgjöfum og samþykkir sveitarstjórn að senda lagfærð skipulagsgögn til Skipulagsstofnunar til athugunar samanber 3. málsgrein 30. greinar skipulagslaga. Að fenginni umsögn Skipulagsstofnunar verður aðalskipulagstillagan og umhverfismatsskýrsla hennar auglýst í samræmi við 31. grein skipulagslaga og 15. grein laga umhverfismat framkvæmda og áætlana. Einhvers vill ræða þessa bókun eða tillögu? Það kveður sér engin hljós, bara gerir ég það tillögu að þessi bókun verði samþykkt. Hún samþykkt samhljóða. Þá hér næst dagskrárliður 3, það viðauki 3 við fjárhagsáætlun 2022 og Kristján sveitarstjóri ætlar að fara yfir efni viðauka 3. Oddviti, sveitarstjórnarfulltrúar. Í þessum viðauka sem að samþykktur var á sveitarstjórnar byggðarráðsfundi síðast þá gert ráð fyrir eftirfarandi. Það að rekstur lækki 500.000, þar að segja verkefni ungmennaráðs. Rekstur hækkar tæpar 13,6 milljónir og þeir liðir sem þar liggja baki hækkun vegna kostnaðar við barnavernd upp á 2,4 milljónir. Framlag aukin kostnaður vegna nemenda sem eiga lögheimili í sveitarfélaginu en stunda nám utan sveitarfélags 1 milljón. Snjómokstur 2,5 milljón og þarna við að voru 2,5 milljón í fjárhagsáætlun og það búið. Þetta búið að vera, eins og við öll þekkjum, mjög þungur vetur og
bara svona það til dæmis að það hefur þurft að moka í gegnum snjóflóð út á Skarðsströnd, það til dæmis verulega hár kostnaður og meiri kostnaður við það heldur en þegar það venjulegur snjómostur, bara sem dæmi sem tekið. Lögfræðikostnaður 3,6 milljónir, þetta vegna niðurstöðu dómsmáls. Búnaður á skrifstofu, þar hækkun 300.000. Þarna að ræða nýtt líkan sem við erum að fá á mjög góðu verði til þess að gera fjárhagsáætlanir og þetta nauðsynlegt vegna þess að á næsta sveitarstjórnarfundi þá mun þurfa að leggja fram viðauka vegna breyttrar reglugerða fjárhagsáætlanir og ársreikninga sveitarfélaga þar sem þarf að gera ráð fyrir hlutdeild í eins og til dæmis samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi og fleiri, þannig að við þurfum á þessu tóli að halda til að takast á við aðeins flóknari dæmi. Nú Dalaauður eða það sem kallað hét áður brothættar byggðir, þar kostnaður hækkar 800.000 vegna nefndarlauna í verkefnisstjórn, þar segja vegna 2 fulltrúa sem þar sitja sem fulltrúar íbúa. Húsnæðið sem við látum verkefnisstjóra hér í té þar að ræða kostnað eða sem reyndar inn og út upp á 150.000. Nefndarlaun fyrir ungmennaráð 1 milljón, þar semst að gera ráð fyrir því sem ekki var gert ráð fyrir fjárhagsáætlun að ungmennaráð fái greitt á sama hátt eins og aðrar fastanefndir sveitarfélagsins og þetta þá greiðsla fyrir allt árið í ár. Og breyting vegna tillögu sem hér liggur fyrir breyting á launum sveitarstjórnarfulltrúa upp á 1,8 milljónir. Fjárfesting hækkar 1 milljón, þar erum við að gera ráð fyrir því að þurfa að setja viðgerðir á Stekkjarhvam 7 eða það sem við kalla skólastjóra bústaður. Tekjur hækka hins vegar, við erum miðað við niðurstöðu ársreikning síðasta árs, þá erum við að gera ráð fyrir minni tekjum heldur en má gera ráð fyrir að raungerist og það að staðgreiðslan, það gera ráð fyrir tekjuhækkun upp á 20,1 milljón, þar af staðgreiðsla hækkun upp á 12 milljónir, útgjaldajöfnun frá jöfnunarsjóði sveitarfélaga upp á 4 milljónir, framlag vegna sérþarfa fatlaðra sem líkur jöfnunarsjóðnum upp á 1,5 og framlag vegna barna sem utan lögheimilis sveitarfélags, það að segja þarna að ræða það sem önnur sveitarfélag að greiða til okkar vegna þess að börn eru hér í námi sem eiga í leikskóla eða grunnskóla sem eiga lögheimili annars staðar upp á tæplega 2,6 milljónir. Þetta það sem viðaukinn inniheldur hér en mig langar að leggja fyrir sveitarstjórn eina breytingu og hún svo að það verði fallið frá lækkun rekstrar 500.000 verkefna ungmennaráðs og ástæðan að þegar að byggðaráð lagði þetta til þá lá ekki fyrir aðra upplýsingar heldur en það að það væri ekkert verið að nýta þessa peninga. En síðan höfum við fengið upplýsingar það að ungmennaráð með að mistast í 2 verkefni á teikniborðinu og þar af leiðandi vil ég leggja til að þau fái að hafa þessa peninga áfram til ráðstöfunar. Takk fyrir þetta, Kristján. Eru einhverju sem vilja taka til máls varðandi viðauka 3 við fjárhagsáætlun? Svo ekki, þá ber ég bara hér fyrst upp breytingartillöguna sem að Kristján leggur til að fella út þessa lækkun 500.000 krónur vegna verkefna ungmennaráðs. Þeir sem eru samþykkir þeirri tillögu gefur merki. Hún samþykkt samhljóða og þá það viðauki 3 í heild sinni með breytingartillögunni, þeir sem eru samþykkir honum gefur merki.
Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst dagskrárliður 4. Það eru greiðslur til kjörinna fulltrúa í sveitarstjórn. Þetta var tekið fyrir úr fundi byggðarráðs 29. mars síðastliðinn. Og byggðarráð vísaði til sveitarstjórnar þeirri tillögu að lagt til við sveitarstjórn að reglur þóknun til kjörinna fulltrúa sveitarfélagsins breytist frá og með upphafi nýs kjörtímabils þannig að almennur sveitarstjórnarmaður fái 26% af mánaðarlaunum fyrir hvert mánuð. Fulltrúi byggðarráði fái 36%, oddviti fái 36% og formaður byggðarráðs fái 41%. Greiðslur fyrir fundi breytist ekki. Í þóknun fulltrúa byggðarráðs, oddvita og formanns byggðarráðs er innifalin þóknun almenns sveitarstjórnarmanns. Sveitarstjóra falið að breyta tillögu að viðauka 3 þannig að hún nái yfir framkvæmda breytingu sem við höfum samþykkt í viðauka 3. En orðið er laust þessa tillögu. Skúli. Oddviti, góðu fundamenn. Bara aðeins að fara yfir þetta. Það er kannski þessi tillaga byggðarráðs kemur frá því að það hefur verið talað að laun sveitarstjórnarmanna eru nú ekki beisinn fyrir þá vinnu sem liggur á bakvið allt sem þau þurfa að gera. Þannig að það er þess vegna sem byggðarráð leggur til þessa hækkun og hækkunin á alla ákvaða við að hafa bara eina krónutölu sem er 25.678 krónur og prósentunar hækkar svolítið misjafnt. Til dæmis oddviti hækkar 16,7%. Almennu sveitarstjórnarfulltrúi hækkar 23,1% og formaður byggðarráðs hækkar 12,8%. Þannig að þetta er svona aðeins mismunur á prósentum og sveitarstjórnarfulltrúar í byggðarráði hækkar 14,3%. Þannig að þetta aðeins breytist en krónutalan sem við leggjum til er 25.000 króna hækkun á mánuði. Þetta er bara aðeins farið við þetta. Takk. Orðið er laust. Anna. Oddviti og aðrir fundamenn. Ég styð það að greiðslur til kjörinna fulltrúa hækki. Ég hef áður staðið hér og tjáð það hvað mér finnst þetta skammarlega lítil laun. Fyrir tiltölulega mikla vinnu. Allavega ef þú vill leggja þig algjörlega fram við að sinna þessu. Þetta er eins og góð laun ef þú sinnir þessu ekki neitt. En auðvitað verðum við að gera þá kröfu til þess að fólk sem sinnir þessu störfu sé að leggja sig alla fram. Það er eins og að margt sem mér finnst mega laga í þessu umhverfi sem sveitarstjórnarmenn eru í. Mér langar til dæmis til að lýsa því í hvað stöðu maður er settur sem sveitarstjórnarmaður og ætla til dæmis að lýsa aðdraganda fundaboði fyrir þennan sveitarstjórnarfund. En svona er þetta búið að vera síðan ég gerði kröfu að haldnir yrðu undirbúningsfundir á undan sveitarstjórnarfundi. Á hádegi og laugardegi fengum við sveitarstjórnarfulltrúarnir tölvupóst með drögum að fundagerð. Í tölvupósti var tekið fram að ekki væru öll mál komin inn í þessi drög og væri ekki von á þeim inn fyrir á mánudaginn. Samt sem áður þurfum við að svara því fyrir klukkan 1 á sunnudegi hvort við færum fram á undirbúningsfund fyrir sveitarstjórnarfundin. Svo hægt væri að taka það fram í fundaboðun sem kemur á sunnudeginu. Sem sagt, þú hefur sólarhring til að renna yfir drögin. Oft gerist það að málin er ekki einu sinni komin inn á fundamannagáttina, en þau voru nú í þessu tilfelli komin þar flestin. En þannig að þú getur ekki einu sinni lesið þau fylgigögn sem fylgja málunum, oft. Og veist ég oft ekki hvort þú þarft á undirbúningsfundi að halda eður ei. Í þessa stöðu eru við sveitarstjórnarmennirnir settir í. Ég hef varpað þessari spurningu upp til sveitarstjórnarmanna í tölvupósti, hvort ekki sé vilji til að gera breytingar til að breyta þessu eitthvað, en mér þykir leitt að segja það að ég hef ekki einu sinni fengið svar, hvorki frá sveitarstjóra, oddvita né öðrum sveitarstjórnarmönnum. Mér finnst stundum eins og ég sé einum það að vilja gera við það, mér finnst ég stundum vera einum það að vilja geta undirbúið mig aðeins meira. Á sama tíma gera íbúarnir kröfu á mann að maður taki rétta ákvörðun. Hvernig er hægt að taka rétta ákvörðun í þessari stöðu?
En eflaust eru svo mjög misjafnt hvenær tölvupóstar sem tilheyra sveitarstjórninni eru sendir á varamenn sveitarstjórnar. Á sama tíma ætlumst við til þess að þeir komi virkir inn á sveitarstjórnarfundi. Þarna vantar allar leikreglur og ég margsinnis búin að minnast á þetta. Mín tilfinning sú að eftir að ég fór að minnast á þetta, þá ganga fáir tölvupóstar á milli, svo ég veit ekki alveg hversu mikil samskipti manna eru. En eflaust eru margir sveitarstjórnarfulltrúar sáttir með þessi vinnubrögð, víst þeir vilja ekki breytingar og tjá sig ekki þær. En ég kem allavega hér fram og lýsi minni skoðun. Aðrir gera það fyrir sig. Mér finnst við allavega geta gert þetta svo miklu betur og unnið þar af leiðandi betur saman. En þetta kjörtímabil að klárast og vonandi taka við betri vinnubrögð. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Anna. Fleiri sem vilja taka til máls. Kristján. Oddviti sveitarstjórnarfulltrúar, mér langaði bara að leiðrétta að í póstinu sem var sendur þar voru öll mál komin inn, en það voru hins vegar tekið fram að það vantaði einhver fylgigögn sem myndi ekki vera komin inn fyrir á mánudegi, en eins og segja öll málin sem voru á dagskrá voru þar. Takk fyrir þetta, Kristján. Fleiri sem vilja taka til máls. Einar. Oddviti, ágætu fundamenn. Ég vil bara byrja á því að lýsa yfir ánægju minni að við ætlum aðeins að lyfta laununum aðeins upp. Ég skal alveg viðurkenna það að það fer töluverður tími í þetta. Það fer mismikill tími. Það fer eftir það er mismunandi álagi þessu eins og mörgu öðru. Varðandi það sem að Anna Berglind talaði þá mann geta lesið fundagerðir og annað og hlustað á að það var mikið talað það í upphafi þessa kjörtímabils. Þá fór töluvert púður í hvort að ætti að nota tíma í undirbúningsfundi og annað slíkt. Það var svona yfirlýstur vilji allavega meirihluta við þetta borð á þeim tíma að hafa það ekki. Menn voru hræddir að fundirnir yrðu einhvern veginn ekki eins svona gegnsæir og svo hefur þetta í raun og veru, það hafa verið kallaðir saman undirbúningsfundi núna svona þegar að svona stærri mál hafa legið fyrir eða þá ef einhver hefur óskað eftir undirbúningsfundi. Ég get alveg tekið undir það og ég hef svo sem hugsað og maður lærir ýmislegt á þessum 4 árum að ég veit til þess að fljótlega eftir að þessi fundur búinn, þá næsti fundur stofnaður inn í kerfinu. Og ég held að maður geti svona kannski lært af því að það sjálfsagt alveg hægt að byrja fyrr að setja málin inn í dagskrána, þegar þau eru komin. En svo hefur maður kannski líka pikkað það upp af því maður veit hvaða mál það eru, að maður að lesa þau kannski í öðrum fundagerðum, hvort sem það hjá umhverfis- og skipulagsnefnd og öðru slíku svona pikkaði þannig. En ég held að maður alltaf að læra eitthvað í þessu og ég held alveg að það sé hægt að setja málin fyrir þannig að menn geti svona bunkað þessu en bara út af því að nefndarstörfin og annað eru sett hann upp að það oft töluvert mikið að nefndarfundum jafnvel í vikunni fyrir sveitarstjórnarfund. Þannig að þetta svona í eðli sínu þá gerist þetta oft svona með knöppum fyrirvara allavega með svona hluta af málunum. En enn og aftur, ég fagnaði bara að við ætlum aðeins að lyfta laununum. Takk. Takk fyrir þetta, Einar. Fleiri sem vilja taka til máls. Anna. Oddviti og aðrir sveitarstjórnarfulltrúar. Já, ég á mörgu leyti sammála Einar Jón varðandi störf í nefndum og hef einmitt oft verið hugsi það hvernig öllu klínt einhvern veginn bara rétt fyrir. Það er verið að koma öllu rétt fyrir sveitarstjórnarfund svo að ná örugglega. En við vitum að í svo mörgum tilfellum erum við með fund mánaðarlega eða
einu sinni í mánuði, í bara eiginlega öllum nefndum. Þú veist, og við getum alveg stilt í þannig upp að það sé ekki í vikunni fyrir, þú veist. Þannig mann geti svona aðeins dreift þessu á meira tímabil. Ég myndi allavega vilja sjá það. Takk fyrir þetta, Anna. Fleiri sem vilja taka til máls? Ég vil allavega bara bæta hérna við þetta að þarna bara þakka fyrir brýninguna, Anna, og það má alveg örugglega gera betur. Sjálfsagt ber ég ábyrgð á því hvernig þessum málum hefur verið háttað hér á þessu kjörtímabili, en grunnurinn af því kannski bara hvernig sveitarstjórnarlögin eru uppbyggð. Og ég tel mun markvissara að við setjum meira púður í nefndavinnuna og kannski þarf bara breyta síðan erindisbréfum allra nefnda, þannig að fundir nefnda séu fyrr heldur en að þeir séu nánast beint ofan í sveitarstjórnarfund, þannig að þá sveitarstjórnar hafi betri tíma til þess að fara yfir málin. Það má bæta allt svona verklag, en það þarf þá líka bara að fara í gegnum það og endurskoða í raun og veru erindisbréf og allt stjórnskipulagið í kringum fundi sveitarstjórnar. Almennt ég á þeirri skoðun inn í varðandi bara starfsemi sveitarfélaga að það þarf að virkja nefndastarfið miklu mun betur og taka miklu virkari umræðu þar inni. Og það jákvætt að við séum að hækka þessi laun. Ef að komandi sveitarstjórn á móti þá getur hún alltaf breytt þeim kjörum sínum. En þetta þarna vinna og hún náttúrulega tímafrek eftir þarna eftir í hvenær og í aðdraganda funda og slíkt, en það allavega gott að taka þessa ákvörðun. En orðið laust, og fleiri vilja taka til máls. Svo virðist ekki vera, þá bara ber ég vil jafnframt líka leggja til bara viðbót við þessa tillögu, svona formsins vegna að breytingin taki gildi 1. júní næstkomandi. Svona bara praktist upp á þá sem sjá launakeyslur og annað. Því tæknilega síðan hefst næsta kjörtímabil 29. maí. En þeir sem eru samþykkir þessari tillögu þjóðarráðs varðandi kjör sveitarstjórnarmanna gefið merki. Hún samþykkt samhliða. Þá næst dagskrárliður 5. Einar Jón Geirsson ætlar að víkja af fundi. En á 287. fundi byggðarráðs var þarna samþykkt og bókað í trúnaðarbók að leggja til við sveitarstjórn að Herdís Arna Gunnarsdóttir verði ráðin skólastjóri Þjóðskóla. Ég veit að Skúli ætlar að gera aðeins betri grein fyrir ráðningarferlinu. Óteiti sveitarstjórnarmenn, þetta mál kom inn á fund byggðarráðs, breytt byggðarráðs, þannig að Einar Jón gekk þar út og Pálmi kom inn í staðinn og það voru 2 aðilar sem sóttu þetta starf. Aðalsteinn Magnússon annars vegar og Herdís Arna Gunnarsdóttir, og það var samdóma álit byggðarráðs eftir ráðleggingar og intellekta sem var ráðningarstofan að ráða Herdísi. Til að byggðarráðs að Herdís Arna Gunnarsdóttir verði ráðin til starfa var hún metin hæfust af umsækjendum. Herdís með BSc í líffræði og BEd í grunnskólafræðum og hefur leyfisbréf sem grunn- og framhaldsskólakennari. Auk þess hún að leggja lokahönd og lokaritgerð sína í MEd-námi í stjórnun menntastofnana við Háskóla Íslands. Herdís hefur starfað sem kennari frá 1995 og þá hóf hún störf sem umsjónarkennari við grunnskólann á Laugum. Þá starfaði hún í 4 ár sem umsjónarkennari við grunnskólann á Siglufirði en hóf svo störf árið 2004 sem grunnskólakennari við grunnskólann í Búðardal og síðar Auðarskóla. Árið 2012 tók Herdís til starfa við leikskóladeild Auðarskóla og gegndi þar störfum deildarstjóra og aðstoðar leikskólastjóra þar til árið 2021 þegar hún tók við starfi skólastjóra Auðarskóla.
Í störfi sínum sem deildarstjóri, aðstoðarleikstjórastjóri og skólastjóri hefur hún hlotið góða reynslu af stjórnun og góða þekkingu og reynslu af áætlunargerð og fjármálastjórnun. Herdís mætir öllum þeim kröfum sem gerðar voru í auglýsingunni um menntun, reynslu og þekkingu. Þannig að ég, allavega fyrir hönd Byggðaráðs og sveitarstjórnar ég bara heldur við séum bara nokkuð heppin að hafa fengið Herdísi í þetta starf og óskum henni bara góðs gengis og ég vona að þessi tillaga Byggðaráðs verði samþykkt hér. Takk. Takk fyrir þetta, Skúli. Orðið er laust þessa tillögu. Anna. Oddviti og aðri sveitarstjórnarmenn. Já, ég get alveg stutt það að Herdís verði ráðin. Ég verð samt bara að viðurkenna að ég hef ekki séð nein gögn hinn aðilann og veit því ekki hversu mikla menntun hann hefur eða hvaða kröfur. Þannig að í þessu tilfelli verð ég nú alltaf bara að treysta Byggðaráði. Þannig að mér finnst það kannski pínu skrítið að vera hérna þessi sveitarstjórnarmaður en vita ekki neitt hinn. Þannig að ég vildi bara segja það. Takk fyrir þetta, Anna. Fleiri sem vilja taka til máls. Svo virðist ekki vera. Þá bara hér tillaga að Herdís Arna Gunnarsdóttir verði ráðin skólastjóri Rauðaskóla. Þeir sem eru samþykkir henni gefur merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá má Einar Jón koma aftur inn á fund og Skúli Hreinn Guðbjörnsson víkur á fundi undir næsta dagskrárlið. En það er dagskrárliður 6, það er leiga á Árbliki. Þetta er úr fundagerð Byggðaráðs frá 29. mars síðastliðinn og það liggja hér fyrir í fundagögnum drög að leigusamningi vegna Árbliks og þau eru hér til umræðu. Einhver sem vil ræða þessi drög. Tillagan felur í sig leigusamning við Ester og Sigurdís í Hundadal. Anna. Oddviti og aðrir fundarstjórnarmenn. Já, það bárust allavega 2 umsóknir varðandi þessa leigu og þær voru í grunninn rosalega líkar hvað menn ætluðu sér að gera þarna, allavega það sem ég sá. Og mér langar því bara til að vita frá Byggðaráði svona hvað var það sem réði úrslitum að velja þessa umfram hina. Þú veist, það væri bara fróðlegt að fá skýringu á því frá Byggðaráði. Takk fyrir þetta, Anna. Nú verð ég að vísa á Einar Jón eða þá sem er í Byggðaráði. Eða Kristján, hver vill? Ragnheiður. Oddviti og fundarmenn. Ég satt þennan fund þegar þetta var rætt og það sem að skildi á milli var tvennt að mig minnir að hafa verið að það var annað var það að inn í hinni umsókninni var gert ráð fyrir upplýsingamjónstöð sem að sveitarfélagið hafði ekki hugsað sér að leggja út og svo þótti þessu umsókn svona ég veit ekki alveg hvernig ég orða, hún þótti svona fljótvirkari, hún myndi fara fyrr af stað, hitt væri verkefni sem að tæki meiri undirbúning og þyrfti meiri aðdraganda. Þannig að þetta verkefni bara heilla okkur meira. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnheiður. Fleiri sem vilja taka til máls. Svo virðist ekki vera, þá spyðum orðið, Anna. Nei. Þá gerir það bara tillögu minni að fyrirliggjandi drög að leigusamningi vegna Árbliks verði samþykkt í sveitarstjórn. Þeir sem eru samþykkir þessum drögum gefur merki. Þau eru samþykkt samhliða. Þá má Skúli koma aftur inn á fund.
Þá er dagskrárliður 7, það er umsagnarbeiðni vegna gististaðar í flokki 4, það er Hótel Laugar Sælingsdal. En embætti sýslumannsins á Vesturlandi óskar eftir umsókn Dalabyggðar umsókn Sigurdóru e.h.f. Rekstrarleyfi til rekstur gististaðar í flokki 4, tegund A hótel sem rekin verður sem Hótel Laugar Sælingsdal, Dalabyggð. Og það eru hér í raun og bara drög að bókunum að Dalabyggð gerir ekki athugasemd veitingu rekstrarleyfis vegna reksturs gististaðar í flokki 4, tegund A hótel sem rekin verður sem Hótel Laugar Sælingsdal. En orðið er laust þessa tillögu. Kveður þér engi hljóðs þess sem eru samþykki þessu gefumerki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst dagskrárliður 8, það er undirbúningur íþróttamannvirkja í Dalabyggð. Vilt þú fara yfir þetta, Kristján? Oddviti, sveitarstjórnarfulltrúar. Það er rétt og ég taldi rétt að það kæmi fram hver staðan er þó svo að vísu fundargerðir séu lagðar fram að þá liggur það fyrir og ég mun stýra það eftir reyndar að nýjustu fundargerðir ekki komnar. Það hefur komið fram hér áður í umræðum á sveitarstjórnarfundum þegar að það var ákveðið að fara út í þetta alútboð að kostnaður með þetta myndi vera á bilinu þarna 10 til 13 milljónir. Það hefur eins og ekki verið fært til bókar og þess vegna vildi ég að það kæmi fram hér í allavega sem bóku. Það núna og hefur verið unnið að því í byggingarnefnd og Verkís og Alark að vinna því að koma þessu alútboðsplöggum að gera þau tilbúin. Þau eiga að vera tilbúin fyrir páska og eins og hér hefur komið áður fram að þá markmiðið að þetta getur verið auglýst þannig að niðurstöður úr útboði liggi fyrir mánaðamótin maí-júní. Ég tel hins vegar rétt að þegar að alútboðsgögnin liggja fyrir að þá sé haldinn fundur í sveitarstjórn sem var hægt að halda bara fjarfund þess vegna eitt mál. Og það sem farið yfir gögnin áður en að þau eru síðan send út til útboðs. Þetta er náttúrulega stórmál en sem sagt vinnan virðist bara ganga vel og þetta við gerum okkur vonir það að það standist að gögnin verði tilbúin fyrir páska og það lítur allt út þannig að kostnaður við þetta verði innan marka eða 12 milljónir. Og í fundargögnum samningur við Verkís þetta en þeir eru reyndar komnir langt á veg miðað við þennan samning. Takk. Takk fyrir þetta, Kristján. Fleiri sem vilja taka til máls. Anna. Oddviti og aðrir sveitarstjórnarmenn. Hérna í fundargögnum ráðningarsamningur við Verkís. Þar kemur fram að þóknun ráðgjafa fyrir heildarráðgjöf skuli vera 7.813.750 krónur og tilgreind svo skipting á þessu þar fyrir neðan þessa upphæð. Þessi skipting hins vegar sögð vera 6.945.250 krónur. Þannig því mismunur upp á 868.500 krónur. Og væri fróðlegt að vita í hverju hann liggur. Ég get sýnt þér þetta hérna með þetta. Ég skil þetta ekki alveg hérna. Kannski bara fá aðeins útskýringar á þessu. Takk fyrir þetta, Anna. Ég var Kristjáni tækifæri til að
gera fundarhlé. Við gerum fundarhlé, Kristján. með hana. Þá ljúkum við fundarhlé og höldum áfram með sveitarstjórnarfund. Kristján, vilt þú svara fyrirspurninni?
Oddviti sveitarstjórnarfulltrúar. Ég get bara ekki svarað í hér í hverju þessum mismunur liggur. Og við þurfum bara að kalla eftir því, fara yfir þetta með verkís. Það er hins vegar þannig að hærri upphæðin, hún rúmast þess innan fjárheimilda. En það er ekki samlagningarvilla í töflunni, þannig að það liggur ekki í því. Þannig að við þurfum bara að skoða og ég þarf þá bara að fá leyfi til að upplýsa sveitarstjórn það síðar þegar það liggur fyrir. Takk fyrir þetta, Kristján. Fleiri sem vilja taka til máls. Kveður sem ekki ljós, en það þarf ekki að taka þetta til afgreiðslu. Þetta er til kynningar og eins og Kristján vék hér að áðan þá er líklegt að við boðum til aukafundar í sveitarstjórn þegar að útboðsgögnin liggja fyrir. En þá er næst dagskrárliður 9, það er breyting á deiliskipulagi í Ólafsdal. Þetta kemur frá fundi umhverfis- og skipulagsnefndar sem var haldinn 1. apríl. Og deiliskipulagsbreytingin felst í stækkun skipulagssvæðisins til að koma fyrir merktum gönguleiðum dalinn, áningarstöðum með upplýsingaskiltum, prílum yfir girðingu og skógrækt. Þá eru nokkrir byggingarreitir stækkaðir og byggingarreit fyrir salernisaðstöðu við bílastæði og tjaldsvæði við tóunuhús bætt inn uppdrátt. Einnig er legu aðkomuvegar breytt lítillega. Breytingin er sýnd á deiliskipulagsuppdrætti í mælikvarðanum 1/1000 og skýringaruppdrætti í mælikvarðanum 1/7500. Fyrir liggur í upphæðri tillögu nánari útskýringu hvernig breytingin samræmist markmiðum umhverfisverndarsvæðisins. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að tillagan verði samþykkt og kynnt samkvæmt 1. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Fallið verði frá skipulagslýsingu samkvæmt 1. málsgrein 40. greinar sömu laga. Orðið er laust þessa tillögu. Það kveður sér engin ljós, þeir sem eru samþykkið þessari tillögu gefur merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er næst dagskrárliður 10, það er umsókn stofnun vegsvæðis í landi Ketilsstaða. Þetta kemur einnig frá fundi umhverfis- og skipulagsnefndar. En fyrir liggur umsókn frá Vegagerðinni stofnun á 75.058,4 fermetra vegsvæðis úr landi Ketilsstaða, landnúmer 137.943. Fyrir liggur uppdráttur frá Vegagerðinni og undirrita samþykki landeiganda. Umhverfis- og skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir stofnun vegsvæðis úr landi Ketilsstaða. Orðið er laust þessa tillögu. Þá gerir það bara tillögu að sveitarstjórn staðfesti þessa bókun umhverfis- og skipulagsnefndar þessum samþykki því gefur merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er næst dagskrárliður 11, það er dunkur, það er umsókn stofnun vegsvæðis. Þetta kemur frá fundi umhverfis- og skipulagsnefndar 1. apríl. Og það liggur fyrir umsókn stofnun vegsvæðis úr landi Dunks, landnúmer 228.598, 197,9 fermetrar og Dunks 1, landnúmer 137.909, 52.934,2 fermetrar. Fyrir liggur uppdráttur frá Vegagerðinni og undirrita samþykki landeiganda. Nefndin gerir ekki athugasemdir við stofnun vegsvæða úr landi Dunks og Dunks 1. Orðið er laust þessa tillögu. Það kveður sér engin ljós. Þá gerir ég bara tillögu minna að sveitarstjórn staðfesti þessa bókun umhverfis- og skipulagsnefndar þessum samþykkir henni gefur merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er næst dagskrárliður 12, það er breyting á aðalskipulagi Borgarbyggðar, skipulagslýsing fyrir Breiðabólstað 2. En sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkti skipulags- og matslýsingu að breytingum aðalskipulag fyrir Breiðabólstað 2 í Borgarbyggð til auglýsingar á fundi sínum númer 224 þann 10. febrúar síðastliðinn og óskaði umsagnar Dalabyggðar samkvæmt 30. grein skipulagslaga númer 123/2010. Umhverfis- og skipulagsnefnd Dalabyggðar gerir enga athugasemdir við skipulags- og matslýsingu vegna breytingar á aðalskipulagi Borgarbyggðar. En orðið er laust þessa tillögu. Það kveður sér engin ljós, þá gerir ég bara tillögu minni að sveitarstjórn staðfesti þessa bókun umhverfis- og skipulagsnefndar þessum samþykkir henni gefur merki. Hún er samþykkt samhliða.
Þá næst dagskrárliður 13, það er breyting á aðalskipulagi Borgarbyggðar. Það er skipulagslýsing fyrir Litlu Tungu skóga, mál 2203/024. En sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkti þann 10. mars 2022 að auglýsa lýsingu af breytingu á aðalskipulagi fyrir frístundasvæðið Litlu Tungu skógur í Húsafelli Borgarbyggð. Og Borgarbyggð óskar eftir umsögn samkvæmt Dalabyggðar samkvæmt 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Umhverfis- og skipulagsnefnd Dalabyggðar gerir engar athugasemd við fyrirliggjandi skipulags- og matslýsingu, en orðið er laust þessa tillögu. Að kveðis er engin ljós, þá gerir ég bara tillögu minni að sveitarstjórn samþykki bókun skipulagsnefndar, sem samþykkir henni gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er næst dagskrárliður 14. Það er umsögn tækifærisleyfi vegna almenns dansleiks í Dalabúð 14. apríl næstkomandi. En sýslumaðurinn á Vesturlandi óskar eftir umsögn umsókn björgunarsveitarinnar Óskar, kennitala 620684-0909, tækifærisleyfi vegna almenns dansleiks sem halda á í Dalabúð, miðbraut 8, 370 Búðardal, 14. apríl. Næstkomandi frá klukkan 23 til 3 aðfaranótt 15. apríl 2022. Dalabyggð gerir, og það er hér bara tillaga, Dalabyggð gerir ekki athugasemdir við að tækifærisleyfi vegna almenns dansleiks sem halda á í Dalabúð verði gefið út. Orðið er laust þessa tillögu. Pálmi. Oddvita ágætu fundarmenn, langar að eða verið að sjá aldursdreifinguna aðeins og víðari. Það eru kannski einhverju sem er komin yfir 70 sem væri til að mæta. Það eru svona bend ykkur á það. Já, til þess að skýra betur út það sem að Pálmi var hér að segja, þá stendur í umsóknin að aldurstakmark á dansleikinn sé 18 til 70 ára. Þannig að við skulum bara vona að þeir sem eru eldri en 70 ára fjölmenni á þennan dansleik í Dalabúð. En orðið er laust þessa tillögu. Það kveðis er engin hljóðs á þeir sem eru samþykkir því að verði gefið út tækifærisleyfi, gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst dagskrárliður 15, það er umsókn afslátt af leigu á Dalabúð vegna dansleiks. En Slysavarnadeild Dalasýslu og björgunarsveitin Ósk stefna á að halda dansleik 14. apríl og fram eftir nóttu, þar sem fjáröflunarball er að ræða óska félögin eftir afslætti og leigu félagsheimilisins Dalabúðar. En orðið er laust þessa tillögu. Kristján. Oddviti, 17. fulltrúar. Venjulega hefði þessi ósk og reyndar líka umsögnin tækifærisleyfi farið til byggðaráðs og byggðaráð hefði þá fjallað þessa umsókn út frá samþykktri gjaldskrá. Í samþykktri gjaldskrá fyrir félagsheimilin er sérstaklega tekið fram að það sé heimilt að veita afslátt af ef að félög eru með fjáröflunarsamgöngur, þó ekki dansleikir. Það er sem sagt sérstaklega tilgreint í gjaldskráni og auðvitað getur sveitarstjórn gert það sem byggðaráð getur ekki að víkja út frá gjaldskrá. En ég vil bara benda á að ef það er vikið frá gjaldskrá að þá er verið að gefa fordæmi og ég held að sé verða að fara, ég vil allavega benda á það verða að fara varlega í því að gefa slík fordæmi vegna þess að til dæmis ef það er búið að undanskilja einn fjáröflunardansleika þá verður mjög erfitt að undanskilja aðra fjáröflunardansleiki líka. Ég vil bara benda á þetta. Takk.
Takk fyrir þetta Kristján. Fleiri sem vilja taka til máls? Skúli. Oddviti sveitarstjórnarmenn, ég vil nú bara leggja til að við höldum okkur við þessar reglur sem að eru til fyrir þetta og ég vil allavega að við höldum okkur við þær og gefum þá ekki afslátt af þessu. Þannig að við séum ekki að gefa neitt fordæmi. Takk. Takk fyrir þetta Skúli. Fleiri sem vilja taka til máls? Pálmi. Oddviti ágætu fundarmenn, ég svo sem það erfitt að brjóta reglurnar en mér finnst við alveg geta haft smá sveigurum ef að illa fer en hvernig ég á að koma því frá mér þannig að svona fjáröflun endi ekki í því að menn að taka úr eigin sjóð til þess að borga húsaleguna. Takk fyrir þetta Pálmi. Fleiri sem vilja taka til Ragnheiður? Oddviti og fundarmenn, eins mikið og ég myndi vilja gefa þennan afslátt, þá bara jafnt yfir alla. Engar sérafgreiðslur. Takk. Takk fyrir þetta Ragnheiður. Fleiri sem vilja taka til máls? Jón Egill. Sveitarstjóri, aðrir fundamenn, segir sammála sem Pálmi, það stendur í reglum að það sé undanþága þegar að félagasamtök eru nema böll. Af hverju þarf að vera nema böll? Já, ég sem sagt skilur því að við erum með slysvarnarfélag, við erum með skáta, kvenfélög, björgunarsveit og þetta eru allt félög sem eru bara að reyna að gera eitthvað fyrir fólkið, gera eitthvað fyrir börnin og mér finnst við ættum þá bara að breyta og hafa það og erum við að passa okkur núna til þess að fólk fara að hætta við og þá kemur engin leiga staðan fyrir að komi helmingur að leigu og það safnast fyrir aðra. Ég er alveg sammála hugmyndin að fara að breyta bara fyrir þetta eina skipti er ekki að ganga upp. Mér finnst þetta bara að reglan yfir höfuð bara þurfi ekki að vera. Að þessi félagasamtök öll geti fengið afslátt þegar þau vilja hafa böll til að styrkja sína starfsemi. Það er svona bara að öll hugmyndafræðin breytist því að mikið rosalegilegt ef svona viðburðir þar sem að fólk er tilbúið að gefa vinnuna sína, fólk er tilbúið að gefa þrif og gefa haldita og keyra ótrúlega vegalengdir og þetta strandi á þessu. En ég skil allar hliðar. Það hlýtur samt að vera hægt að hjálpa til einhvern veginn. Allan mín sko. Takk. Takk fyrir þetta Jón. Fleiri sem Einar Jón. Ágætu fundamenn. Ég tek alveg undir það að öll þessi samtök, eða öll þessi félagasamtök, hvort sem það eru skátar eða slysavarnadeildin eða eitthvað, er að gera fullt af flottu starfi. Þetta fellur samt ekki undir það. Dansleikur fyrir 18 ára og eldri þar sem er bara skemmtun, það fellur raunir ekki undir neitt af þessu. En ég get séðan aftur á móti líka fallist á það sem hefur komið hérna fram, að ef illa fer og það er fyrirsjánlegt, þá er kannski eðlilegt að menn komi þá bara eftir og reyna að sækja þá einhvern styrk eða sækja þá tilbaka. En ég held við ættum ekki að því það er vonandi eitthvað meira framundan hérna, en þetta er bara svo hættulegt að leiðu þú byrjar að gefa afslátt á einu, það lesa allir fundagerðir, þá verður bara afsláttur af húsaleigu og öllum dansleikjum hér eftir, hjá öllum. Það er bara þannig í grunninn, en ég held að við höfum að hafa hitt opið síðan að ef þetta fer illa, þá er alltaf að koma aftur og leita inn í sveitarfélagið einhvern veginn.
sjáum samt, ég hef nú trúið að það verði fjáröflunin muni ganga í þessu, þó þau þurfa að borga leigu. Takk. Takk fyrir þetta Einar. Fleiri sem vilja taka til máls? Það kveður sér engin hljóðs, þá er í raun og bara komið fram hér tillaga Skúla að halda sig við gildandi gjaldskrá og við greiðum atkvæði hana. Þessum eru bara samþykkir því að það verði ekki gefin einn afsláttur gefumerki. Það er samþykkt samhliða. Þá er næst dagskrárliður 16, það er þjónusta og innviðir í samgöngukerfinu. En þetta er mál sem var tekið fyrir á fundi byggðarráðs og var fjallað bara fullnægjandi vetrarþjónustu á vegi 54, Skógarstrandarvegi. En til þess að fara lauslega yfir þá bókuna þá er Skógarstrandarvegur, hann er flokkaður samkvæmt lögustu reglu, F-reglu, og er bara með þjónustu 2 daga í viku og er líklega bara einn af fáum stoppvegum í stofnvegakerfi landsins sem hefur þá skilgreiningu, og það sköpuðust til dæmis bara þær aðstæður hér fyrir í lok mars fyrir hálfum mánuði þegar snjóaði hér mikið helgi að það lá fyrir hér að framtíða leiðsögumenn ætluðu að mæla sér mót við ferðaþjóna hér í Dölum, en fengu þeir svör frá vegagerðinni að það væri ekki fært hér inn eftir fyrir og þeir kæmust ekki inn í dali, þannig að þeir snéru við Stykkishólm og fóru aftur suður. Þetta mun hafa áhrif á ferðamannastrauminn í dali á komandi árum og væntanlega munu þessir væntanlegu leiðsögumenn muni eftir því að Skógarströndin er ófær vegur. Og það er bara gríðarlegt hagsmunamál fyrir Dalabyggð að það verði bara gengið í það að gera, ég ætla ekki að segja, bara gengið í það að gera akfæran veg úr Búðardal í Stykkishólm. Og því vil ég leggja hér bara til að sveitarstjórn bóki einnig eða að sveitarstjórn taki undir með bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar samanber samþykkt frá 30. mars að sölu andvirði Íslandsbanka sem nam 52,65 milljörðum króna verði nýtt til uppbyggingar á grunnneti samgöngukerfisins eins og það er skilgreint í samgönguáætlun og í því sambandi verði lögð áhersla á að byggja upp þá samgönguinnviði í grunnneti samgöngukerfisins sem er í óboðlegu ástandi í dag, líkt og Snæfellsnesvegur nr. 54 Skógarströnd og Breiðafjarðarferjan Baldurir. Hvoru tveggja snertir hagsmuni Dalabyggðar, bæði það að fá góðan veg út í Stykkishólm, en eins einnig til þess að létta þunga umferðinni af hér Vestradveg nr. 60 sem vonandi er þá til þess að það verður færri holur á veginum, en vegurinn er mjög slæmur eftir þennan vetur. En orðið er laust þessa tillögu. Það kveður sér engin ljós þess sem þá samþykkir þessari bókun að taka undir bókun Stykkishólmsbæjar gefi merki. Það er samþykkt samhliða. Þá eru hér næst fundargerðir til staðfestingar. Það er fyrst fundargerð menningarmálanefndar Dalabyggðar, fundur nr. 24. Einhver sem vil ræða þá fundargerð sérstaklega. Það kveður sér engin ljós þess sem að geta staðfest þessa fundargerð gefi merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er næst dagskrárliður fundargerð Silfurtúns, það er fundur nr. 55. Einhver sem vil ræða þá fundargerð sérstaklega. Kveður sér engin ljós þess sem geta staðfest fundargerðina gefi merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er næst dagskrárliður 19, það er byggðarráð Dalabyggðar, það er fundur nr. 287. Einhver sem vilja ræða þá fundargerð sérstaklega. Kveður sér engin ljós þess sem geta staðfest fundargerðina gefi merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er næst dagskrárliður 20, það er fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar, það er fundur 125. Einhver sem vilja ræða þá fundargerð sérstaklega. Það kveður sér engin ljós þess sem eru samþykkt fundargerðinni gefi merki. Hún er samþykkt samhliða. Og þá eru hér næst fundargerðir til kynningar. Það er fyrst dagskrárliður 21, það er verkefnisstjórn fyrir Dalaauði, en svo heitir verkefnið sem að Dalabyggð er núna að byrja sína vegferð í sem að
heitir vegna brothættra byggða hjá Byggðastofnun. En verkefni fékk þetta nafn Dala-Auður á mjög vel heppnuðu íbúaþingi sem var haldið hér í lok mars. En það liggur hér fyrir fundargerð verkefnisstjórnar. Einhvers vill ræða hana. Svo ekki. En ég vil bara lýsa ánægju minni með þetta íbúaþing sem var haldið hérna og ég bind miklar vonir við það hversu góðar umræður sköpuðust á þessu íbúaþingi að þetta verkefni eigi eftir að verða gjöfult fyrir þetta svæði. Þá næst dagskrárliður 22. Það eru fundargerðir Almannavarnarnefndar Vesturlands. Það liggur hér fyrir fundargerð frá 11. mars. Einhvers vill ræða hana. Það kveður sér engin hljóðs. Þá næst dagskrárliður 23. Það er fundargerð aðalfundar Heilbrigðiseftirlits Vesturlands, fundur sem var 16. mars síðastliðinn. Einhvers vill ræða þá fundargerð. Það kveður sér engin hljóðs. Þá eru fundargerðir SSVAF 2022. Það liggja hér fyrir fundargerð aðalfundar Sorpurðunar, eða semst frá þessum stóra fundardegi. Það er aðalfundur Sorpurðunar Vesturlands og ársreikningur og grænt bókhald. Og þá eru einnig hér ársreikningur 2021 hjá SSVAF og ársskýrsla Samtaka sveitarfélaga. Einhverjir vilja ræða þessa dagskrárliði. Það kveður sér engin hljóðs. Þá næst dagskrárliður 25. Það er aðalfundur menningar og framfarasjóðs Dalasýslu. Það liggur hér fyrir fundargerð ársreikningur. Einhvers vill ræða hana. Kveður sér engin hljóðs. Þá er dagskrárliður 26. Það er fundur Veiðifélags Laxdæla 2022. Það liggur hér fyrir fundargerð félagsfundar frá 14. janúar. Einhvers vill ræða hana. Það kveður sér engin hljóðs. Þá er dagskrárliður 27. Það er fundargerð Sambands íslenskra sveitarfélaga. Liggur hér fyrir fundargerð stjórnarfundar frá 25. mars síðastliðinn. Einhvers vill ræða hana. Það kveður sér engin hljóðs. Þá er næst dagskrárliður 28. Það eru fundargerðir byggingarnefndar íþróttamannvirkja í Dalabyggð. Það liggja hér fyrir fundargerðir 3., 4. og 5. fundar byggingarnefndar. Kristján hefur óskað eftir. Oddviti sveitarstjórnarfulltrúar vildi bara að koma því á framfæri. Það eru einungis fundargerðir 3. og 4. fundar sem liggja hérna fyrir. Funda er búið að halda 5. og 7. fund. Það er fundargerðir eru ekki tilbúnar, ekki náðst að ganga frá þeim fyrir fundin og þetta er eitt af þeim fylgiskjölum sem ég var að vonast eftir að eru tilbúið núna í gær en því miður náðist ekki að klára. Þannig að það er einungis þarf að leiðrétta það í fundarbóði. Það er einungis 3. og 4. fundur sem hér eru. Takk fyrir þetta, Kristján. Fleiri sem vilja taka til máls. Það kveður sér engin hljóðs. Þá er dagskrárliður 29. Það eru fundargerðir stjórnar Bakkakváms, HSES 2022. Liggur hér fyrir fundargerð stjórnar frá 31. mars. Anna hefur óskað eftir taka til máls. Oddviti og aðrir sveitarstjórnarmenn. Undir lið 2 í þessari fundargerð kemur fram að HMS hafi sent Bakkakvámi HSES bréf fyrirhugaða synjun og samkomulagi velyrði fyrir úthlutun stofnframlags fram í tímann. Í fundargögnum er hins vegar ekki að finna þetta bréf. Ég veit reyndar ekki hvort það á að vera þarna, en ég veit því lítið af hverju þessi fyrirhugaða synjun er byggð. Ég spyr því af hverju birtist þetta bréf ekki í fundargögnum og í öðru lagi væri gott að fá útskýringu frá stjórninni hvað veldur því að synja á þessu samkomulagi. Í lið 3 í þessari sömu fundargerð segir að stjórnin muni leita til Hoffells EHF mögulega leiðir til lækkunar á byggingarkostnaði.
Nú kem ég aftur alveg að fjöllum og spyr því hreinlega er búið að semja við einhvern aðila byggingu á þessum húsum og ef svo hvar eru þeir samningar tilboð? Ég búin að leita í eldri fundagerðum og samkvæmt þeim verið síðusti fundur Bakkakams EHF eða HSEF eitthvað hafa verið haldinn 29. desember 2021 sem ég veit að passar ekki, svo hvar eru eldri fundagerðir sem væntanlega geta upplýst mann betur það sem á undan hefur farið? Finnst þetta pínu furðulega vinnubrögð að kynna ekki eldri fundagerðin en vera svo með þessa til kynningar. Það sem mjög mikilvægar upplýsingar eiga væntanlega að vera í hinn. Takk fyrir þetta, Anna. Ég ætlum bara að byrja að svara. Ég held sé nú alveg örugglega búið að leggja allar hinna fundagerðirnar fyrir hér í sveitarstjórn. En ef svo ekki þá verðum við að yfirfara það. En Einar Jón hefur óskað eftir. Ágætu fundamenn, ég held að það sé nú allar þessar fundagerðir sem eru búin að koma fram til kynningar sko. Varðandi þessa synjun þá svarbréfið var verið að vinna það er bara nýtt tilbúið og það er raunir bara nýbúið að senda það og við bíðum síðan bara eftir svari varðandi það. Ástæður því að þær eru nokkrar og meðal annars það að það sé ekki þörf á ákveðinni uppbyggingu út af því að hér hafa orðið fólksfækkun og það er einfaldlega bara okkur að gefa færi á að leiðrétta þar ákveðnar sem við teljum bara að vera rangfærslur hjá HMS varðandi það mál. Varðandi þriðja liðinn, þá er ekki búið að skrifa undir neina samninga. Það mál, eða stjórn Bakkakams fór í þessa fyrirhuguðu byggingu með það þannig að við leituðum eftir verktökum hér á svæðinu sem hefðu áhuga. 3 aðilar gáfu sig fram og við funduðum með þeim og þetta var í sjálfu sér kannski frekar einfalt í grunninn. Við höfðum bara ákveðna upphæð sem við lögðum á borðið og við sköffum þarna ákveðna lóð og verktakinn átti í rauninu bara að skila okkur lyklum 31. desember á þessu ári í síðasta lagi með tilbúnu húsi. Eftir ákveðið ferli þar sem að einn aðilinn dró sig tilbaka, einn aðilinn náði í rauninu ekki að skilin fullnægjandi gögnum, þá var ákveðið að halda áfram í viðræður við Hoffell. Þær viðræður héldu síðan áfram en er í rauninu stopp í dag og málið í sjálfu sér aftur komið svona aðeins á vinnslustig af því að menn telja sig bara ekki geta gert þetta fyrir þessa upphæð sem var lagt á stað með í upphafi. Þannig að núna er þetta í rauninu bara aftur komið inn til stjórnar Bakkakams og hún er í rauninu aðeins að ráða sínum ráðum og sjá hvort það sé hægt að finna einhverja aðila. Áður en næstu skref verða stigin í þessu. Ég held að þetta svari því. Takk. Takk fyrir þetta, Einar. Fleiri sem vilja taka til máls. Kristján. Oddviti, sveitarstjórnarfulltrúar, mér sýnist það að vanti að þeir fundir sem að hafa verið í Bakkakami, að það hafi verið fundagerðir hafa verið lagðar fram í sveitarstjórn. Það þarf bara að fara yfir það, einhverja hluta vegna hefur það ekki, virðist það ekki hafa gerst. Hins vegar eru fylgigögn og bréf og þess aftur sem að og samningar og fleira sem að fara fyrir stjórn Bakkakams, þau eru ekki fylgigögn í sveitarstjórn. Þannig að það eru bréf og bréfasamskipti og samningar eru í stjórn Bakkakams og ábyrgð stjórnar Bakkakams. En þarna er eitthvað sem þarf að fara yfir og er leitt að það skuli vanta. Takk fyrir þetta, Kristján. Mér langar aðeins að bæta við svar Einars Jóns varðandi hugsanlega synjun HMS og þeirra svar. Það var bara held ég allt í lagi að það komi fram hér að sú synjun byggist að hluta til á því að samkvæmt úttekt Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar þá er það mikið til af íbúðarhúsnæði í sveitarfélaginu öllu, bæði hér þéttbýli og dreifbýli og
hlutfallslega fáir íbúar per hvert hús að samkvæmt einhverju reikniformúlu þá teljist ekki þörf á frekar uppbyggingu hér. Við vitum samt það og það var auðþekkt hér á íbúaþingi vegna talaðu daginn að það sem kannski stóra verkefni hérna og ákveðin vítahringur sem við erum í, að það eru fyrirtæki hérna sem vilja geta stækkað við sig, en til þess að þau geta stækkað við sig þá vantar húsnæði og það þarf þá að byggja upp húsnæði og það er sannarlega þörf á þessu aukna húsnæði og við skulum bara vona að við náum að lenda þessu. En það er líka alveg skiljanlegt að menn sjáu kannski ekki hag sinn í því að koma og byggja hér vegna þess að þetta er í raun og veru kalt svæði og byggingarkostnaður húsnæðis hér er í raun og veru hærri heldur en markaðsvirði er síðan eða fasteignamat. Og þetta er bara eitt af þessum svona verkefnum sem við skulum segja að þessi dreifbýlu svæði og sem telja minnihluta landsins þurfa að vinna á og sameinast að koma stjórnvöldum í skilning Því þetta er að hindra framgang þessara svæða til lengri tíma litið. En orðið er laust. Ragnheiður. Háttvirtu sveitarstjórnarmenn. Ég sat fundinn sem við tókum með HMS og þau eru með svona eitthvað líkan sem þau tikka í hvar við pössum inn og hvar ekki og við komum ekki vel út af því. En þegar við tókum samtalið þá sáum við að við höfðum nú samt ýmislegt til okkar máls og þau báðu okkur að senda svarbréf og það yrði tekið fyrir og mér fannst við bara, eða allavega þegar ég fór að þessum fundi þá var ég bara nokkuð vongóð að þetta svarbréf myndi skila okkur árangri en það er náttúrulega ekki komið. En mér langar til þess að lesa svarbréfið hérna upp, bara til þess að gefa aðeins gleggri mynd. Er það ekki í lagi, Einar? Þú ert nú formaður. Já, þá ætla ég bara að byrja lesturinn. Í bréfi dagsettu 23. mars 2022 kom fram ástæður þess að fyrirhugað sé að synja umsókn Bakkakvams HSES vilyrði fyrir úthlutun stofnframlaga fram í tímann eða til 3 ára. Í bréfinu er meðal annars talað fólksfækkun. Fólksfækkun. Vill stjórn Bakkakvams HSES benda á að samkvæmt nýjustu tölum Hagstofunnar hefur orðið fjölgun 45 íbúa í Dalabyggð frá 1. janúar 2021 til 1. janúar 2022. Þá má oft rekja flutninga frá Dalabyggð til þess að vöntunar á hagstæðu húsnæði við hæfi fyrir tekju og eignalága. Einnig er hluti af ástæðu þess að færri flytja í þéttbýliskjarna sjálfan að húsnæði í Búðardal liggur ekki á lausu. Þannig verður fjölgun oft meiri í dreifbýlinu þó að þeir íbúar sæki svo vinnu, skóla og þjónustu til þéttbýlisins. Einnig hafa þættir eins og ljósleiðari og störf án staðsetningar áhrif á að nýir íbúar sjá dreifbýli sem góðan kost til búsetu. Þá er vísað til fjölda íbúa á íbúð. Stjórn Bakkakvams HSES telur slíkar forsendur skekkja mjög þá mynd sem dregin upp. Í Dalabyggð eins og fleiri sveitarfélögum hefur sú þróun átt sér stað að bæði íbúðarhús og jarðir hafa verið keyptir af einstaklingum sem ekki hafa fasta búsetu í sveitarfélaginu. Þessi hús eru svo ýmist nýtt sem sumarhús eða til útleigu meðal annars í gegnum Airbnb. Afleiðing af þessari þróun er meðal annars hækkað fasteignaverð á svæðinu sem einnig kemur í veg fyrir að eigna- og tekjulitlir einstaklingar geti keypt sér húsnæði til framtíðar búsetu. Einnig má tengja þennan þátt við hækkanir leigu- og kaupverðs sem fram kemur í bréfinu. Vísað til aldurs íbúða og lítillar uppbyggingar. Þarna vísast til að Dalabyggð og Búðardalur er ekki hátekjusvæði og fáir sjá sér fært að byggja. Þá má nefna að vísað til að engin biðlisti sé eftir húsnæði samkvæmt húsnæðisáætlun Dalabyggðar. Sveitarfélagið hefur ekki yfir íbúðarhúsnæði að ráða að öðru leyti en eigu húsnæði sem eyrnamerkt er fyrir skólastjóra, sveitarstjóra hverju sinni ef þörf er á. Annars eru þau hús leigð út. Þannig væri verið að gefa ákveðnar falskar vonir með að halda úti og setja fólk á biðlista sem leita sér húsnæðis í Dalabyggð með því að hafa samband við sveitarfélagið. Vissulega bera skrifstofu Dalabyggðar reglulega fyrirspurnir laust húsnæði á svæðinu. Er þeim aðilum þá leiðbeint mögulegt húsnæði en sveitarfélagið hlutast ekki til slíkt.
Í þessu samhengi má benda á að íbúðir Bakkahvamms HSES hafa verið óslitið í leigu frá því að stofnunin tók við þeim. Samþykkt hefur verið stofnframlag til byggingar á 3 íbúðum á árinu 2022, en næsti fasi 3 ára verkefnisins var að ráðast í byggingu á íbúðum fyrir eldri borgara og einstaklinga með fötlun, en vöntun á slíkum íbúðum. Dalabyggð sveitarfélag sem á virkilega mikið inni. Hérna vill fólk búa og við sjáum unga fólki sækja í að koma heim aftur og afla sér menntunar til að geta búið í sveitarfélaginu. Því miður ákveðin vítahringur í gangi. Það vantar húsnæði til að fólk geti komið og unni hérna. Á meðan ekki fæst fólk, stækka fyrirtæki ekki við sig og meðan ekki fæst atvinna kemur fólki ekki í sveitarfélagið. Fyrirhuguð synjun ýtir því miður undir að sveitarfélagi veltist áfram í þessum vítahring. Húsnæði sem þó kemur á sölu stoppar þar aldrei lengi og sum komast aldrei á almenna sölu heldur eru seld áður en til þess kemur. Setið hvert leigurými og því miður sjáum við fram á vissa fólk hérðan, fólk sem hefur haft húsnæði sem til stendur að selja því að ekkert leiguhúsnæði til staðar sem geti komið í staðinn. Bakkahvammur HSES var einmitt stofnað til að vinna að uppbyggingu í sveitarfélaginu með byggingu almennra íbúða. Stofnunin lítil eining og hefur takmarkaða burði til að koma að uppbyggingu eitt og sér. Þannig fara allar tekjur Bakkahvamms HSES í dag í niðurgreiðslu á lánum vegna byggingar og íbúðin sem teknar voru í notkun 2020. Og það litla fjármagn sem eftir stendur fer í almennt viðhald á þeim eignum. Sem dæmi má nefna að enn hefur stofnunin ekki haft burði til að ganga frá bílastæðum við núverandi eignir, sem miður. En stefnt að því að fjármagn til þess verði komið með vorinu. Stjórn Bakkahvamms HSES harmar það að fyrirhugað sé að synja umsókn stofnunarinnar frekari uppbyggingu leiguíbúða í sveitarfélaginu og biður Húsnæðis- og mannvirkjastofnun að endurskoða umsókn í ljósi ofangreindra upplýsinga. Það stofnunum eins og Bakkahvammi HSES nauðsynlegt að fá aðstoð til að geta staðið í uppbyggingu. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnheiður. Fleiri sem vilja taka til máls. Anna. Oddviti og aðrir sveitarstjórnarmenn. Bara gott að heyra að maður ekki alvöru ruglaður. Ég bara fannst eins og ég hefði bara mistað 3 fundum eða eitthvað. Þannig að ég er nú yfirleitt vön að kynna mér þessi mál ágætlega. En gott og vel. Það nokkuð ljóst að ég myndi hafa komið hérna upp í pontu fyrr ef við hefðum fengið þessa fundagerðir. Það nokkuð ljóst. Og það stóð alltaf til að reyna að semja við heimamenn. Það var alveg algjör vilji okkar allra. Og þú veist, hvað það? Mér fannst það ekki koma alveg nóg skýrt hjá Reynir. Þú veist, hvað það virkilega sem að valda því að heimamenn kom ekki með eða þú sína þessu ekki áhuga? Þú veist, þú sagðir að það voru 3 sem að byrjuðu. Þú veist, getur verið að menn sé að setja það fyrir sig þessar teikningar, að þurfa að skaffa þessar teikningar. Getur það verið ein skýringin? Mér finnst bara rosalega mikilvægt að við sem sveitarfélagar séum að ráða heimamenn í vinnu. Og ef að þetta ástæðan, hefur þá aldrei komið til umræðu hjá Bakkahvammi HSES að láta útbúa fyrir sig þessar teikningar. En hann getur væntanlega, kannski þetta ekki það sem að valda þessu. En mér finnst þetta bara mjög furðulegt. Ég þarf að fullyrða það núna að Dalabyggð hefur bara nánast, eða þú veist, það langur tími síðan svona margir iðnaðarmenn hafa verið á svæðinu. Það rosalega margir smiðir hérna núna. Og mér finnst bara alveg ótrúlegt að það sé ekki vilji til að sinna þessu. Og ég trúi því ekki að það sé ekki vilji til þess. Og við eigum bara að leggja bara alla áherslu á þetta. Og mér finnst bara alveg sorglegt að þessi umræða skuli aldrei hafa komið hérna inn
og að menn hafi ekki tekið eftir í að það vanta þessar fundargerðir. Þú veist, mér finnst það bara furðulegt. Þetta kannski lýsir því svolítið sem ég hef oft sagt að við sveitarstjórnarmenn erum allt og ötul að tróða okkur inn í allar nefndir. Þannig við erum orðin samdaunu málunum. Ég er sennilega eini sveitarstjórnarmaðurinn sem er í hvað fæstum nefndum. Ég verð að kynna mér allt sem er inn í boði að ég hef ekki fengið annan fund til þess. Þið kannski hafið það og þar af leiðandi takið ekki eftir því að það vantar þessar fundargerðir. Mikilvæg mál sem við þurfum að ræða. Ég veit alveg að menn geta gert mistök og ég er alveg til að fyrirgefa mönnum, þú veist, það er ekki máli, skilur. En ég bara lýsa þessu hvað þetta er hættulegt. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Anna. Einar. Ágætu fundarmenn. Ég hef nú ekki litið á það þannig að við hér í sveitarstjórn séum að tróða okkur í einhverjar nefndir. Það hefur einfaldlega bara verið mjög erfitt að fá fólk til að starfa í nefndum og það er kannski ágætt að komi fram að stjórn Bakkakvams er ólaunuð og það er kannski svo nefnd sem að hefur kannski verið hvað mest að gera í undanfarið allavega. En varðandi áhuga heimamanna, þá var áhuga heimamanna á þessu verkefni. Það sem var samt alveg klárt frá upphafi í þessu verkefni og það ræðst þarna af ríkisframlögum sem eru bundin í lög, varðandi stofnframlög, að við höfum bara ákveðna fjárhæð í þetta. Fjárhæðin, þannig ég fari ekki með ranga tölur, þetta var einhvers staðar í kringum 90 milljónir, 85 og svo pluss annað sem kannski kemur ekki alveg inn í þetta. Þessir aðilar, þessir eittrósi út úr þessu, að því að menn segja að þetta er á nippinu, að það sé hagnaður af þessu. Og þetta er ástæðan fyrir að það hefur gengið síðan illa að klára samninga við þann aðila sem lýsti sér tilbúin í þetta. Staðan er þannig, eins og verkefnið sett upp núna, ef við klárum þetta á þessu róli, að Bakkahvammur klárar þetta svona, þá er þetta 3 80 fermetra íbúðir sem verða leigðar á cirka 180.000 á mánuði. Ef við hækkum töluna, þá hækkar leigan. Og þetta er það sem við erum að díla við. Að við erum í grunninn ekki að fá nógu mikla meðgjöf frá ríkinu, sem í stofnframlögum. Það er Bakkahvammur hins vegar sem er að byggja þetta, ekki sveitarfélagið. Sveitarfélagið er ekki að fara á stað, allavega ekki þessi sveitarstjórn, hefur ekki tekið þær ákvarðanir að setja hér fullt af peningum í að fara að byggja upp leiguhúsnæði að því að okkur er ekki stætt á því. Þetta er ofboðslega erfitt og þess vegna höfum við þurft að reiða okkur á þessu stofnframlög. Þau eru hins vegar of lág til þess að þessir 3 aðilar hafi ráðið við þessa upphæð. Það er í gangi verkefni annars staðar á landinu þar sem að menn er að vinna eftir nákvæmlega sömu reiknireglu, þar sem menn hafa farið á stað. Við erum einfaldlega bara eins og ég sagði á hann, við erum að fara aftur á stað núna, við erum aftur að fara aðeins að skima markaðinn og sjá hvort að það séu einhverjir tilbúnir og taka eitthvað samtal. En það er alveg klárt að við getum ekki hækkað upphæðina. Við getum ekki byggt þetta fyrir hærri upphæð. Þannig að við erum í ákveðnum vítahring með þetta og þess vegna blandast þetta allt saman. Þess vegna er erfitt aðeins að díla við það að okkur vantar húsnæði en ríkið eins og í rauninu ekki að koma með nægan pening. Þeir eru ekki að fara að hækka þessa tölu. Við erum búin að fá það bara staðfest. Þetta er bara bundið í lög. Það þarf að laga breytingu þar. Og nú erum við líka bara svo óheppin að markaðurinn er svolítið uggandi út af bara ástandi í heiminum. Þannig að menn eru aðeins að halda að sér höndum, menn eru kannski ekki að rjúka til í verkefni. En við erum samt öll að vilja gerð. Við erum alveg að vinna í þessu, við erum að reyna að koma þessu einhvern veginn í gegn. En það er samt bara, fólk verður að muna það, það er ekki Dalabyggð sem er að fara að gera þetta. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Einar. Fleiri sem vilja taka til máls. Pálmi.
oddvita ágætu fundamenn. Ég er algjörlega sammála Önnu Berglindi að við eigum náttúrulega að reyna eins og við getum að halda hringrásinni í samfélaginu. Og ég veit það líka að stjórn Bakkakvams reyndi eins og þau gátu með það og ég held ég sé ekkert að kjafta neitt að mér með það að þessi aðili sem hugsaði sér að byggja þetta, að hann ætlaði að nota eins mikið að heimamönnum og hann gat í verkið. Þess vegna var farin þessi leið. Takk. Takk fyrir þetta, Pálmi. Skúli. Oddviti, góði fundamenn, við erum einlega komin á byrjunarreit í þessu. Ég tók það að mér eftir síðasta fund Bakkakvams að fara að heyra í heimamönnum aftur, vita að hvaða tölu við kæmumst til þess að geta byggt þessara 380 fermetra íbúðir og það samtal byrjaði helgina. Og ég vona að það geti skilað okkur einhverju, allavega vonandi á leiðarenda, en það verður aldrei þannig að við getum byggt fyrir þessar 85 milljónir sem að staðan var lagt upp með. Ég er nokkuð viss að við þurfum að bæta við einhverju. Það er bara hvernig það verður útfært. Við skulum gefa okkur smá tíma og leyfa mér bara kannski aðeins vinna. Ég reynir nú yfir bara svona nálgast menn og fá það með mér. Og ég held ef við fáum smá tíma að ég geti það alveg. Og við getum byggt þessar íbúðir og látið heimamenn vinna á öllu leyti. Ég myndi ekki telja það rétt að við myndum fara að láta teikna húsin og segja að þið gerir þetta svona. Því þegar maður er beðinn að gera eitthvað ódýrt og svo ódýrt að það sé varla hægt, þá er betra að viðkomandi komi með sína hugmynd. Og það var það sem við byrjuðum með. Því að það hlýtur að vera auðveldara fyrir þann sem ætlar að byggja að reyna að finna út hvernig er auðveldast að gera þetta. Af því við höfum bara þessa 85 milljónir. En kannski þurfum við að fara á hnén og reyna að finna einhvers staðar smá peninga viðbót og þá verðum við bara að pröfa það. Og ég veit svo sem að það verður þá farið í sveitafélagið. Bakkakvamið þarf að fara þangað. Og þá var það okkar ákveða ætlum við að styðja eitthvað meira við þetta ekki. Og það verður bara að fara þá leið þá. Ég veit ekki hvort að það er hægt og hverjir munu samþykkja það. En eins og ég segi, ef við gefum okkur smá tíma og gefum mér bara smá svigrúm, þá ætla ég kannski að segja við hljótum að finna leið til að byggja þessi íbúði því að við verðum að byggja þeir. Það er bara nauðsynlegt. Takk. Takk fyrir þetta, Skúli. Fleiri sem vilja taka til máls. Anna. Oddviti og aðrir sveitarstjórnarmenn, bara kærar þakkir fyrir þessar umræður. Mér finnst það mjög góðar og ég lít svo alveg á að Dalabyggð er náttúrulega hluti af þessu verkefni og við höfum alveg að hafa skoðanir þar inn. Við erum að koma hana fram með stofnframlag og sjálfsögðu bara kem ég hérna fram bara og alveg segja mína skoðanir og læt það ekki trufla mig. Þannig að bara takk fyrir umræðunar. Takk fyrir þetta, Anna. Nú ætlum ég að líta svo á að mælendaskrá sé lokað varðandi þennan dagskrárlið og við förum í dagskrárlið 30 sem eru fundagerðir fasteignafélagsins Hvams EHF. En það liggur hér fyrir fundagerð stjórnar frá 21. mars. Einhvers vil ræða? Kristján? Oddviti, sveitarstjórnarfulltrúar, ég held við bara vekja athygli á því sem kemur fram í fundagerðinni að þar er verið að ræða annars vegar niðurfærslu hlutafjár sem er óhjákvæmilega afleiðing af sölunni þar sem eignirnar voru seldar undir bókfæru verði og hluti af því ferli verður væntanlega það að
hluthöfum í félaginu fækkar, þannig að það verður eingöngu Dalabyggð og Byggðastofnun sem verða þá hluthafar. Hitt sem kemur fram í 3. lið fundargerðarinnar, það eru hugmyndir sem hafa verið ræddar í stjórn að breyta fasteignafélaginu Hvammi í fjárfestingafélag eða það sem Byggðastofnun hefur mælt fyrir því, svo kallað áttaga fjárfestingafélag, og Byggðastofnun hefur lýst sig tilbúna til þess að koma þá með auki fé inn í félagið til þess. En það sem er þá til umræðu sem sagt, þetta er auðvitað eitthvað sem þarf að leggja fyrir hluthafafund líka, alveg sem með yfirfærslu hlutafjár. En það hefur líka verið til umræðu það hvert starfsvæði félagsins eigi að vera, og Byggðastofnun eða fulltrúi Byggðastofnunar í stjórn hefur komið því að mögulega ætti starfsvæði að vera stærra, ná til dæmis yfir bara sér dæmi Reykhólahrepps líka, og þá gæti það verið framtíðarmúsík í þessu að það kæmi inn fleiri hluthafar sem væru þá mögulega til dæmis sveitarfélögin hérna á svæðinu til þess að stækka þetta, en áttaga fjárfestingafélag það fjárfestir í félögum og fyrirtækjum á tilteknu svæði, og það fjárfestir náttúrulega með það í huga að fjárfestingin skili allan í flestu tilvikum arði. Þannig þetta það sem er til umræðu núna. Þannig að það nauðsynlegt að sveitarstjórn sem þar sem Dalabyggð stærsti hluthafinn viti af þessum pælingum sem þarna í gangi. Takk fyrir þetta, Kristján. Fleiri sem vilja taka til máls? Atkvæðis engin hljóðs. Þá næst dagskrárliður 31. Það ársreikningur fasteignafélagsins Hvamms sem liggur hér fyrir. Einhver sem vill ræða hann? Atkvæðis engin hljóðs. Þá dagskrárliður 32. Það ársreikningur Bakka Hvamms HSES sem liggur hér fyrir. Einhver sem vill ræða þann reikning? Atkvæðis engin hljóðs. Þá dagskrárliður 33. Það mál frá Alþingi til umsagnar. Liggur hér fyrir bara frumvarp til laga fjarskipti. Einhver sem vill taka til máls undir þessum dagskrárlið? Atkvæðis engin hljóðs. Þá næst dagskrárliður 34. Það Ærslabelgur í Búðardal. Ég veit að Kristján vill taka til máls. Þetta sveitarstjórnarfulltrúar, það var ákveðið í fjárhagsáætlun að fjárfesta og setja upp Ærslabelg í Búðardal, og það sem að fjárfestingin dugir, fjárhagsáætlun, hún dugir til að setja upp 100 fermetra Ærslabelg, en svo nákvæmst 101 fermetrar. Það sem að rétt að koma hér fram að það sem sagt hefur verið rætt það í byggðaráði sem að tók ákvörðun það að það skildi farið í að kaupa belginn í samræmi við fjárhagsáætlun, og hann sem sagt þetta miðast við að hann verði komin upp í júní. Það hefur sem sagt verið rætt að hann verði settur upp á strandblakvellinum hérna sunnan við sparkvöllin, en það líka mikilvægt að ef það eru hugmyndir annað eða ef að sveitarstjórn vill að þessi staðsetning fari fyrir einhverja fleiri nefndir, að það komi þá fram, og það sjálf sér alveg svigrúm, því að ég segi að belgurinn kemur ekki fyrir í byrjun júní, og verði það þá sem hann yrði settur upp. Takk. Takk fyrir þetta, Kristján. Fleiri sem vilja taka til máls? Jón Egill. Sveitarstjóri, oddviti.
Sko, mér finnst það æðislegt sem að fá loksins æslabelg hérna. Þetta maður hefur farið hringinn seinustu ár og þetta gefur rosalegt líf í öll sveitarfélög. Staðsetningin að hafa hana sem á blakvöllurinn það sést bara með gervinetti. Ég held að túristar og heimamenn munu bara varla finna hann þar. Þannig að ég vil hafa hann sjáanlegan frá veginum sem að bæði veldur því að fólk stoppar hérna. Og þetta verði kannski meira tengt íþróttamiðstöðinni að þetta sé svona allt sjáanlegt. En þetta frábært og komum svo niður en hugsum aðeins staðsetninguna. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Jón Egill. Fleiri sem vilja taka til máls? Anna? Ótveittu aðri sveitarstjórnarmenn. Ég vil bara sammála Jóni Agli með staðsetninguna. Þetta eitthvað sem við þurfum að hugsa. Mér finnst líka ekkert endilega þetta þurfa að vera tengt skólaláðinni því að það náttúrulega ekki skóli á sumrin. Þá þessi belgur uppi en hann væntanlega tekið loftið úr honum á veturnar. Allavega oft, en auðvitað getur hann náttúrulega verið eitthvað fram á haustið og eitthvað svona. Ég sé líka alveg fyrir mér þó ég hafi kannski eins og ég segi, ég hef ekki alveg stúdrað þessar 100 fermetrar hvað rými fyrir það en það alltaf vilji til að gera meira í dalnum líka. Ég sé líka fyrir mér eitthvað þar alveg eins. Þannig að þetta bara, ég held að væri alveg mjög gott að kannski koma inn í fleiri nefndir og fá bara svona fleiri umsagnir þetta. Þannig ég held að það ekki slæm hugmynd. Takk fyrir þetta, Anna. Fleiri sem vilja taka til máls? Pálmi? Já, oddviti góða fundarmenn. Ég svo sem bara ekkert með einhverja fasta skoðun hvað við höfum að hafa þennan belg, en ég held að við þurfum að leggja í vinnu bæði með hvar við viljum hafa hann og svo megum við ekki gleyma því ef við þurfum að standa í miklum uppgreftri af það sem að hreistibrautin og fleira einhverstað þurfum að finna pláss fyrir þetta. Þannig að ég held að við þurftum að búa til einhverja hugmynda góða nefnd til þess að búa til bara virkilega fallegt svæði, hvort sem að sé, já, ég þurfti aðeins að fá að hugsa með maður en ég segi mér það. Takk fyrir þetta, Pálmi. Skúli, beðum orðið. Ótið þið góða fundarmenn. Það glæsilegt að fá en æxlabelg. Það unga fólki okkar sem að lagði þetta til og við hlustuðum á það. Mér finnst að við ættum alveg að spyrja ungmennaráð hvað það vill hafa æxlabelgin því að ég sé aðalega þau sem nota þetta eða að miklu leyti ég ekki við sem ég nota mikið en hver veit. Takk. Takk fyrir þetta, Skúli. Fleiri sem vilja taka til máls? Kristján? Oddviti sveitarstjórnarfulltrúar, það mætti alveg hugsa sér að einmitt eins og Skúli segir ungmennaráði en það mætti líka svona með málaflokkinn þá væri það væntanlega fræðslunefnd og umhverfis- og skipulagsnefnd sem myndi fá þetta til skoðunar. Ég vil hins vegar bara koma því að ef að niðurstaðan yrði sú að hérna fara í staðsetningu sem kostaði semst miklar framkvæmdir, það þyrfti mikið að laga til landslag og þess að þá einfaldlega það er ekki til fjármagn fyrir því í semst fjárhagsáætlun. Það þyrfti þá að taka sérstaklega ákvörðun það en það náttúrulega líka má benda á að þetta ekki það, sko, það að setja sjálfan belginn niður ekki það mikil framkvæmd að það ekkert stórmál að færa hann til en semst kostnaðurinn yrði eins og segið ef það þyrfti að fara í miklar jarðvegsframkvæmdir og jarðvegsskipti eitthvað slíkt. Takk fyrir þetta, Kristján. Fleiri sem vilja taka til máls?
virðist ekki vera. Ég myndi bara gera það tillögu að þessu máli yrði vísað til ungmennaráðs, fræðslunefndar og umhverfis- og skipulagsnefndar og komið þá eitthvað frá þeim nefndum fyrir næsta fund sveitarstjórnar. Þau sem eru samþykkið því gefið merki. Það er samþykkt samhliða. Þá er næst dagskrárliður 35, það er verkefni vegna innleiðingar hringrásarhagkerfisins og liggur hér fyrir bókun frá stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga varðandi innleiðingu á hringrásarhagkerfinu. Skulum við ræða hana. Svo er ekki, ég vil hins vegar bara hvetja alla sveitarstjórnarmenn og íbúa Dalabyggðar til að kynna sér hvað felst í því að innleiða hringrásarhagkerfið. Ég held að það liggi í augum uppi og ég hef sagt það hér áður í sveitarstjórn að innleiðing á hringrásarhagkerfinu þýðir fyrir samfélagi eins og okkar hérna meiri kostnað og bara menn gerir sér grein fyrir því að það verður hærri kostnaður sem fylgir þessu. En þá næst dagskrárliður 36, það er breytt skipulag barnaverndar. Það liggur hér fyrir að bara til kynningar að mennta- og barnamálaráðherra hefur fallist á að fresta gildistöku ákvæða í lögunum sem fjalla barnaverndarþjónustu og umdæmisráð. Einhvers vill ræða þetta? Að kveða sér engin ljós, þá er næst skýrsla frá sveitarstjóra. Það liggur hér bara minnisblöð störf sveitarstjóra frá síðasta fundi. Kristján? Oddviti, sveitarstjórnarfulltrúar, mér langaði bara að hnykkja hérna á einu atriði sem er svona sama umræða og var fyrir ári síðan, að við erum að fá afskaplega litlar, nánast engar undirtektir fyrir auglýsingum sumarstörf. Gildir einu í hvað við erum að auglýsa. Það eina sem að hefur skilað sér í þessum auglýsingum er að við erum búin að fá reyndar verkstjóra fyrir vinnuskólan sem er gott, en hins vegar vantar ennþá starffólk fyrir vinnuskólan, það vantar starffólk í Sundlaugina, það vantar starffólk á Silfurtún. Þannig að ég vil bara nota tækifærið og vekja allra á þessu og hvetja, alveg svo við gerðum fyrir ári síðan, hvetja fólk til að sækja, hvetja fólk til að skoða þetta, en jafnframt bara til þess að við séum í tíma með hlutina, að þá þurfum við mögulega að fara að skoða það hvort hvort við þurfum að fara að ráða starfsfólk erlendis frá til að sinna einhverjum af þessum störfum. Það þarf allavega að skoða það. Annað sem ég vildi vekja athygli á, að ég heldur reyndar að mér hafi verið ástæða að setja það í minnisblaðið, það hafa verið fundir, upplýsingafundir núna undanfarið vegna komu flóttamanna til landsins og það hefur verið boðið húsnæði hérna í Dalabyggð, líklega í manrétt 3 íbúðir, og þessna getur það alveg komið til að hingað komi flóttafólk. Það er eitthvað sem við þurfum það bara að vera tilbúin að taka á móti ef til þess kemur, en við sjálfur sem munum ekki hafa mikla stjórn á því. Takk. Takk fyrir þetta, Kristján. Einhvers vill taka til máls? Það kveður sér engin ljós. Þá er þarna dagskrá tæmd og við stöðum nú upptöku til þess að bara yfirfara fundargerð og ganga frá henni hér á eftir. En í dag er þriðjudagurinn 5. apríl og fundurinn hefði öllu jafna átt að vera núna 5. 7. apríl, en hann var færður fram þarna 2 daga vegna þess að árshátíð grunnskólans átt að vera 7. apríl. Henni var svo frestað í gær vegna þess að það liggur hér hálfur skólinn og stór hluti af samfélaginu í flensu. Og næsta dagsetning árshátíðar er 5. maí. Og ég hefði gert það að tillögu minni, reglulegu fundartími sveitarstjórnar í maí ætti að vera 5. 12. maí. En þar sem það er 2 dögum fyrir kjördag til næsta sveitarstjórnarkosningar myndi ég leggja til að fundi væri flýtt. Þannig að mín tillaga er að reglulegur fundur sveitarstjórnar í maí sé þá í raun og veru 3. maí næstkomandi. Þeir sem eru samþykkir því
gefi merki. Það er samþykkt. Þá má stöðva upptöku og við yfirförum fundargerð.